við byrjum eins og venjulega á kallmanni vikunnar og hann mjög góður í þetta skiptið. Hérna getum við séð, þetta tekið af vaffsvaff.is og ég komst hingað í gegnum Eyjafréttir, ég fekk ábendingu þessa tvo ungu menn og fyrirsögn einfaldlega, þetta frá 8. nóvember, þannig að þetta bara nokkra daga gömul frétt. Og fyrirsögnin einfaldlega ungir sjóarar með ábyrgð. Það var ekki hár meðalaldurinn í brúnni á Drangavík Vaffe í síðasta túr. Þeir félagar Hákon Jónsson og Tómas Kjartansson stóðu þar vaktina. Þetta voru þeir, Hákon Jónsson og Tómas Kjartansson. Skipstjóri og fyrst stýrimaður, magnaðir no bullshit ungi menn og vel að því komnir að vera kallmenn vikunnar. Það ekki spurning. Þingmannsefni Samfylkingarinnar, Þórður Snær, fjallaði Sigmund Davíð af heilari vandlætingu árið 2018. Hélt Þórður því fram að Sigmundur væri ofbeldismaður og kvenhatari í ljósi umræðna á Klausturbar. Ég ekki kjósandi XM en í ljósi fréttadagsins má halda þessari hræsni til haga. Sigmundur Davíð mun aldrei hætta, segir Þórður Snær. Ef þingheimi tekst ekki að finna leið til að skýla fórnarlömbum ofbeldismanna frá því að þurfa að deila þing og nefndarfundum með þeim daglega, þá Ísland komið á þann stað að stjórnmálamenn geti gert nánast hvað sem án afleiðinga. Hann hefur verið opinberaður sem kvenhatari, sem pólitískur hrossakaupmaður, líkt og fyrrverandi samstarfsmaður hans og vinur og eitt helsta fórnarlamb drykkjusamlætis Miðflokksþingmanna. Lilja Alfreðsdóttir sagði þá hefur hann verið opinberaður sem ofbeldismaður. Sko, það sem að Sigmundur sagði var náttúrulega komst hvergi nálægt því sem að Þórður Snær skrifaði þarna. En ég vil endilega, hefur engi spurt mig hingað til, en ég má eiginlega til með að segja svona mitt álit á þessu, sko, auðvitað er þetta ógeðslega niðurlægjandi fyrir Þór Snær. Í fyrst, þegar hann Stefán Einar spyr hann út í þessi skrif, þá segir hann að þau hafi verið tekið fyrir af síðanefnd blaðamannafélagsins. Hann segir að það hefði ekki þótt, sagði hann ekki að það hefði ekki þótt verið efnisleg ástæða til að fjalla þau. Staðreyndin var sú að þau voru felld, þetta var fellt, kærunni að vísa frá að því að kærufresturinn var útrunninn. Þannig að ekki þótti málið það vægt að það var ekki tilefni til að fjalla það. Og sko hann náttúrulega, það annað mál sem að koma nýlega, símastölds og byrlunamál sem að Þórður Snær kom að. Það mál var líka fellt niður vegna fyrningar, ekki vegna þess að það þótt ekki líklegt til sakfellingar. Það þótt meira að segja komið sérstaklega athugasemdir og lögreglunni, hvort sem að fólki finnst það rétt eða ekki, sem bendir til þess að þarna hafi verið mikið tilefni til. Þannig að hann á það til að losna á sakamálu vegna þess að þau eru fyrnd en ekki, eða sakamálu, ég veit nú ekki hvort það er ekki sakamálu með blaðamannafélagið, afsakið það, rugla mér. Það sem mér finnst þess að sýnuvest, og það langvest af þessu öllu saman, það eru þessi ummæli hérna. Það sem hann segir að, þessi hér. Hann er alltaf að tala koksbrautandi sáðlát, hann var að reyna að pikka upp eina 12 ára handa mér sem var afar hressandi. Kannski átti þetta bara að vera einhver mjög svartur húmor sem að maður, nei, ég ætla ekki að vera að reyna að finna einhver réttlætingu á þessu, það er ekki mitt. Mér finnst það mjög slæmt, mér finnst mjög ljótt orð það fara þarna og mér finnst, eins og ég sagði áðan, mér alveg saman þetta sem verið að koma fram hana, persónulega. Undir öllum venjulegum kringumstæðum myndi ég segja bara who gives a shit, þetta er ógeðslega niðurlægjandi, en who gives a shit. Málið bara að hann búinn að vera núna í áraraðir að vinna við einmitt að grafa svona hluti upp sjálfur, að nota gamla hluti gegn fólki. Hann ekki á því að hann vill ekki fyrirgefa svona hluti. Hann vill að menn þurfa að bera ábyrgð á því sem þeir segja. Hann vill halda svona hlutum yfirmönnum sjálfum. Og ég á því að þegar að menn eru svoleiðis,
þá eigi þeir að lúta eigin reglum, þá eigi fólk að láta sömu reglur og þeir vilja setja yfir aðra, þá eiga þeir að lúta þeim reglum sjálfur. Ég sé ekki hvernig hann í veröldinni hann ætlar að sleppa inn á þing fyrir Samfylkinguna eftir þetta.